Góðan daginn. Þá hefst 44. fundur bæjarstjórnar Árborgar, haldinn í Grænumörk 5 á Selfossi á þeim Drottins degi 4. september 2024. Mættir til fundarins Kjartan Björnsson, forstjóri bæjarstjórnar sem hér stendur, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi í D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigrún Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi í B-lista og Álfheiður Eimarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Ég vil fyrst leggja fyrir fundin hvort að einhverjar athugasemdir séu við boð fundarins eða fundarboðið. Ef svo er ekki, þá göngum við til dagskrár og á fyrsta mál á dagskrá fundarins eru verklagsreglur vegna gerðar viðauka við fjárhagsáætlun. Þetta er tillaga frá 97. fundi bæjarráðs frá 29. ágúst síðastliðinn, liður númer 2, verklagsreglur vegna gerðar viðauka við fjárhagsáætlun. Á 97. fundi bæjarráðs sem haldinn var 15. ágúst síðastliðinn var bæjarstjóra falið að vinna áfram með verklagsreglur vegna viðauka við fjárhagsáætlun og leggja nýju fyrir bæjarráð. Kynntar voru verklagsreglur vegna viðauka við fjárhagsáætlun. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja tillögur að verklagsreglum vegna gerðar viðauka við fjárhagsáætlun. Og hér eru í 5 greinum drög að verklagsreglum vegna þessa viðauka sem er fylgiskjal við þetta mál og menn geta kynnt sér þegar fundun hefur verið settur inn á alnetið. En ég opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur sem eru að horfa. Já, við erum hérna með fyrsta mál á dagskrá sem eru verklagsreglur. Við erum búin að taka þetta tvisvar fyrir í bæjarráði, vinna bæði drögum og hún höfum unnið aðeins í sumar og Þórdís Sif Sigurðardóttir bæjarráðari hefur leitt þessa vinnu hjá okkur. Það skiptir miklu máli í grunninn að þessi fari bara með réttar verklagsreglur þegar við erum að samþykkja viðauka, því að í grunninn er fjárhagsáætlunin okkar plagg yfir árið og öll auka fjárútlát umfram hana þarf að fara í gegnum viðauka og þarna erum við í rauninni að ramma það svolítið inn með þessum verklagsreglum. Þannig að þetta sé bara orðið skýrar og hvar við vorum svona að skerpa á í rauninni afgreiðslu þáttum og hvernig það er gert. Þannig að með því að setja þessar verklagsreglur svona til að grípa inn úr minnisblaðinu gerð viðauka liggur ljóst fyrir hvernig þeir skuli afgreiddir og hvaða leið þeir skuli fara innan stjórnkerfisins. Þannig að formið verði ávallt það sama, beiðni viðauka verið skýrari bókanir og gagnsærra og upplýsingagjöf þar alveg þetta er góð hvernig við erum að nýta þetta. Þannig að þetta er bara góð viðbót fyrir stjórnsýsluna, þannig að þarna sem við getum unnið með áfram. Alltaf svo sem ekkert er að fara nánar við það, þetta er bara góð vinna og leggjum til að þetta verði samþykkt. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Bragi. Þá Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, beðið orðið. Já, forseti og aðrir bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Nákvæmlega að byrja á því að óska forseta okkar til hamingju með daginn og Magnús Hlyn, viðandi upplýsingafulltrúa sveitarfélagsins. En já, varðandi málana sem eru viðaukar, þá fagna ég þessum reglum gríðarlega og sem ég sit ekki í bæjarráði að þá las ég þetta vel yfir og fagna því að við séum að taka þetta fyrir og mér langaði bara að koma upp til að hnykkja á 63. grein sveitarstjórnarlaganna þar sem að kemur fram að viðauki sé ekki gildin að fela í sér einnig í sér útfærða ákvörðun það hvernig þeim útgjöldum að tekjulækkun sem gert er ráð fyrir verði mætt og ég vil leggja áherslu á það aftur eins og við svolítið enduðum í vor að við fylgjum fjárhagsáætlun ársins og að við séum að vanda vel til verka og ef það er verið að fara á svig eða á skjön þar sem þar stendur og það sé skýrt hvernig að mæta því með öðrum hætti, hvar tekjurnar eiga að koma og
til þess þá annars að mæta hækkun eða vonandi verður þetta eingöngu lækkun. Ég gerir ráð fyrir því að við séum ennþá þeirri stefnu að við séum að vinna því að lækka og koma með viðauka til lækkunar. En mér langar bara að hnykkja á því að það skiptir gríðarlega miklu máli að við fylgjum fjárhagsáætlun og það er okkar hlutverk og ef að viðauki er nauðsynlegur sem að er eins og við þekkjum, getur alltaf gerst, að þá séum við að taka fram hvernig við ætlum að mæta þessari breytingu sem að við erum að leggja til eða hefur óvænt komið upp. Takk. Já, takk fyrir þetta Fjóla. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, það er nú ástæða til að fagna því að við séum hér taka þetta fyrir að þarf að segja að við séum komin með þessar verklagsreglur vegna viðauka við fjárhagsáætlun og þetta eru auðvitað, þessar verklagsreglur eru auðvitað unnar í samræmi við eða er í rauninni eitthvað sem sveitarfélög eiga að hafa og er í samræmi við leiðbeinandi verklagsreglur sem eru koma úr ráðuneytinu. Þannig að þetta er eitthvað sem að skiptir miklu máli að við höfum og að við séum að vinna í samræmi við lög og vöndum til verka því að það er ekki eins og fjárhagsáætlun sé eitthvað viðmiðunarplagg, það er bindandi ákvörðun. Fjárhagsáætlun, samþykkt fjárhagsáætlun hvers árs er bindandi ákvörðun og það er gríðarlega mikilvægt að við höfum það alltaf í huga og eins og bæjarfulltrúi Fjóla kom inn á áðan, ég nú taka undir það sem hún sagði og það er einmitt gerð krafa að það sé þegar gerður viðauki að það sé jafnframt skýrt tekið fram hvernig mæta skuli þeim viðbótar útgjöldum sem samþykkt er í viðauka. Þannig að það er bara fagnaðarefni að við séum að samþykkja þetta hér í dag og eru þetta bara til að bæta verklag og vinnubrögð við bara mikilvægar ákvarðanir sem að felast í því að taka ákvörðun fjárhag sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir þetta Arna Ýr. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þetta fyrsta mál á dagskrá fundarins. Verklagsreglur vegna gerðar viðauka við fjárhagsáætlun að undangengni þeirri kynningu sem hér verður fram og umræðum. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er annað mál á dagskrá fundarins. Fossnes og Mýrarland, deiliskipulag verslunar, þjónustu, athafna og iðnaðarsvæða. Þetta er tillaga frá 33. fundi skipulagsnefndar frá 28. ágúst síðastliðinn liður 3. Fossnes og Mýrarland, deiliskipulag verslunar, þjónustu, athafna og iðnaðarsvæða. Mál áður til kynningar og fundi skipulagsnefndar 8. júlí 2024. Lögð er fram til samþykktar deiliskipulagstillaga fyrir Mýrahverfi og Fossnes á Selfossi. Deiliskipulagið tekur til lóða á svæði Hellismýrar og Fossnes á Selfossi. Tillagan sem lögð er fram í samræmi við breytingar á aðalskipulagi Árborgar 2020-36 sem er í skipulagsferli. Í gildi er deiliskipulag fyrir Fossnes frá árinu 2009 og mun nýtt deiliskipulag taka yfir það skipulag. Einnig er til deiliskipulag fyrir Hellismýri frá 2001 sem hefur verið breytt fyrst 2008 og síðan 2021. Nýtt deiliskipulag mun einnig taka yfir svæði Hellismýrar. Meginmarkmið deiliskipulagsins er að setja fram heildstæða stefnu fyrir atvinnulóðir og verslunarlóðir þar sem aðgengi er gott frá núverandi Suðurlandsvegi og lóðir og umhverfið er aðlagað að nýjum Suðurlandsvegi. Meðfram núverandi Suðurlandsvegi er nýtingarhlutfall hærra en á öðrum lóðum innan reitsins og áhersla lögð á snyrtilega lóðir með þjónustu fyrir íbúa Árborgar sem og annarra.
Lóðirnar eru mjög sýnilegar frá aðkomuveginn í bæinn og skal því vanda byggingar og frágang lóða. Áhersla er lögð á góða umhverfismótun milli nýs Suðurlandsvegar og lóðanna meðfram honum og einnig er rík áhersla lögð á góðar stígatengingar að svæðinu og gegnum það, bæði fyrir gangandi og hjólandi með öryggi vegfarenda að leiðarljósi. Áhersla verður lögð á grænt yfirbragð og snyrtilegan frágang innan alls svæðisins. Almennt er gert ráð fyrir að nýtingarhlutfall hækki miðað við gildandi deiliskipulagsáætlanir en verði þó ekki fullnýtt miðað við heimildir aðalskipulags Árborgar 2020 til 36. Skipulagsnefnd samþykki fyrir sitt leyti tillögu að deiliskipulag í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist því til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna og fyrir skipulagsfulltrúa að auglýsa tillögunni í samræmi við 41. grein skipulagslaga. Og hér eru 2 fylgiskjöl og sem fylgja og útskýra enn betur þetta mál, nr. 2 á þessum 44. fundi bæjarstjórnar Árborgar en ég opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista hefur beðið orðið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, við erum að tala deiliskipulagstillögu fyrir Fossnes og Mýrar sem atvinnusvæði hérna fyrir utan á hjá okkur. Deiliskipulag sem er búið að vera lengi í vinnslu og hluta til var verið að bíða sko kannski eftir endanlegri legu og vinnu í tengslu við nýja Suðurlandsveginn frá Vegagerðinni sem nú svona liggur að mestu fyrir og við sjáum á uppdrættinum í rauninni hvernig bæði núverandi aðkomi og hvernig hún ætti að vera til framtíðar þegar mislæg gatnamót munu koma á þessu svæði, þó maður hefði nú vilja fá þau bara strax, þannig að klárum þetta til enda. En búið að skipuleggja umtalsvert magna lóðum til framtíðar, bæði skilgreina aðeins upp á nýtt þar sem eru í rauninni segja sláturhúsmegin eða sem Toyota í kringum það svæði og einnig síðan í mýrinni fyrir aftan inn breiðumýrina og þar líka búin að gert ráð fyrir tengingu þar inn á vænta eða mögulegt tjaldsvæði sem við erum með svæði inn í aðalskipulaginu og verður spennandi að koma því deiliskipulagstæðin. Það er gert ráð fyrir aðkomu sem þetta í gegnum breiðumýrina og þar áfram inn á það svæði. Einnig finnst manni mjög gott hvað er búið að gera mikið af í rauninni göngu- og hjólastígatengingu inn á í rauninni gegnum svæði, bæði til að tengja inn á Suðurlandsveginn, í rauninni sveitaveginn sem til hliðar og svo í gegnum og kringu svæði, þannig að tengingar getur verið auðveldar bæði inn í Hellisskóg, í undirgöngin sem verða undir nýjan Suðurlandsveg og svo inn í bæinn hjá okkur og svo í gegnum væntanlegt tjaldsvæði. Þannig að svona heilt yfir bara, myndi ég segja, tiltölulega vel heppnað en við erum auðvitað núna bara að senda þetta í auglýsingu þannig að við fáum umsagnir frá öllum helstu aðilum og þeim sem hafa áhuga á að koma bæði með jákvæðar eða einhver athugasemdir svæðið og þá verður það aftur tekið inn í skipulagsnefnd áður en það kemur til bæjarstjórnar. En svona bara frekar heilt yfir myndi ég telja frekar heppnað og gaman að sjá hversu það hugsa vel út í göngulegur og grænt í kringum þetta líka. Segi takk. Takk fyrir þetta, Bragi. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, við biðjum orð. Jú, virðulegu forseti bæjarstjórnar, innilega til hamingju með daginn. Það er ánægjulegt að þetta skuli bera upp á sama dag. En við erum að tala nýtt deiliskipulag, í rauninni, getum við sagt, andlit Selfoss eða Árborgar, þar sem að þetta og það sem að allavega til skemmri tíma það fyrsta sem að fólk sér á okkur ágæta bæ eða sveitafélagi og það greinilega verið að vanda vel til verka og ég í rauninni fagna þessu. Ég sjálfur sem kem bara upp og sé ástæðu til þess að fagna þessu og þetta augljóslega afrakstur langrar vinnu og þetta hefur haft í för með sér og mun hafi í för með sér að verslun og þjónustöðu þetta kemur til með að vera í rauninni mjög sýnileg í bænum og við í rauninni höfum þrifist á því alveg frá því að þetta Eyrarbakki var og hét nánast höfuðborg landsins en svo tók Selfoss við þessu hlutverki í verslun og þjónustu og
og hefur haldið þeim merkjum á lofti æ síðan og það er ákaflega jákvætt og við þurfum í rauninni að leggja mikinn metnað í þessa aðkomu vegna þess að þetta er í rauninni aðkoma sem að snýra að þjóðvegi 1 og við þurfum að vera ötul við að laða að okkur öflug og góð fyrirtæki sem að þjónusta bæði landbúnaði og annarri starfsemi og ég vil líka kannski minna á það að það eru önnur iðnaðarsvæði eða atvinnusvæði sem að við þurfum að leiða hugan að því að byggja upp og það er þá líka niður á strönd og við þurfum að hraða þeirri framkvæmd og koma því virkilega á kortið til þess að atvinnustarfsemi í rauninni geti byggst upp allstaðar innan sveitarfélagsins. Við erum að fara að deiliskipuleggja nýja íbúðabyggð í kringum núverandi iðnaðarsvæði inn í miðri Gagnheiði og í kringum Eyrarveg og þá þurfum við auðvitað að huga því að smærri fyrirtæki geti flutt sig til innan sveitarfélagsins og þess vegna vil ég bara leggja líka áherslu á það að við höldum athyglinni allstaðar að sveitarfélaginu, ekki bara á ásýndinni á þjóðveginum heldur líka allstaðar innan sveitarfélagsins. Og við þurfum auðvitað að huga að mörgu þegar kemur að þessu, við þurfum auðvitað að huga að frávitu og við þurfum að huga að heitu vatni og öðrum svona grunninnviðum og það þarf að flýta því sérstaklega. Og hér eru stórar byggingar væntanlega að fara að rísa í andlitinu í þessu samkvæmt þessu nýja deiliskipulagi og þannig við þurfum að hafa okkur öll við að hafa við uppbyggingunni bara til þess að standa undir aukinni atvinnustarfsemi þannig að fólk geti lifað og unnið og starfað innan sveitarfélagsins. Það er ekki ákveðin, það er alveg gríðarleg forréttindi. Ég hef aldrei í rauninni haft þau forréttindi að geta starfað innan sveitarfélagsins frá því flutninga 2001. Það er alveg magnað og fyrsta starf sem ég tek að mér innan sveitarfélagsins er í bæjarstjórn. Þannig að ég tala því að reynslu og væri alveg tilbúin til þess að sleppa við þann mikla akstur sem að ég þarf að leggja á mig daglega og óska þess að sem flestir geti unnið, lifað og starfað innan sveitarfélagsins. En aftur bara fagna þessari fyrirhuguðu uppbyggingu og nýju deiliskipulagi. Takk. Takk fyrir það, Arnar. Þá hefur Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, beðið um orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég langaði bara að koma upp örstutt og fagna því að Landform hafi nú lokið þessari vinnu sem að hófst bara á síðasta kjörtímabili og kannski ekki allir sem átta sig á því hvað svona vinna tekur langan tíma og hvað margt getur komið upp á í því ferli eins og til dæmis það að Vegagerðin skyldi síðan ákveða á ögur stundu að fara í mislæg gatnamót og sem gerði það verkum að það þurfti í rauninni að fara aftur tilbaka og breyta þeirri vinnu sem Landform var búin að vinna. Þannig að þetta er auðvitað vinna við svona skipulög er svo lifandi, það er svo margt sem er að gerast á sama tíma að það verður oft bara þarf að gera breytingar og taka tillit til breytinga annar staðar frá á meðan það verður að vinna vinnuna. Þannig að ég fagna því að Oddur og hans fólk séu búin að skila þessu af sér og þetta geti farið í auglýsingu og hvað svo sem kemur þá út úr því, það er það eitthvað sem þarf að taka á þegar það kemur. Þarna er auðvitað að koma fullt af lóðum sem er mjög spennandi og á þessum tíma sem að í rauninni Vegagerðin gerir þessar breytingar og þeir þurfa að svolítið fara í það að aðlaga aftur tilbaka lóðurnar upp við þjóðveginn og mislægu gatnamótin sem koma innan einhverja 10 ára, að þá í rauninni náum við líka að gera breytingar og bæta við þarna lóðum. Þannig að ég held að þetta sé mjög spennandi fyrir fyrirtæki. Það er þetta mjög spennandi fyrir fyrirtæki að koma í okkar sveitarfélag og ég held að loksins þarna komi
komið til með að koma lóðir sem að verði spennandi fyrir einmitt svona fyrirtæki sem að eru kannski ekki í einhverjum svona þungum iðnaði og hafa ekki huga að vera á þessum iðnaðarsvæðum hefðbundnum, heldur getur kannski komið að vera með þjónustu sem að er eins og svo mikið í dag, þar sem er verið að vinna og jafnvel hafa opið fyrir viðskiptavinni beint út frá þeim stað sem að vara er unnin eða framleidd eða það er svona kannski það sem að maður sér bara mikið vera að breytast, finnst mér, að það er verið að bjóða upp á bæði að viðskiptavinir, jafnvel ferðamenn geti komið og skoða framleiðslu, skoða atvinnugreinina og þá er þetta kjörin staðsetning fyrir alla þá sem eru orðnir dreplegir á borginni. Takk fyrir þetta, Fjóla, Steindóra. Eru fleiri sem að vilja tjá sig undir þessum lið? Við erum að ræða hér annað mál á dagskrá fundarins sem er Fossnes og Mýrarland, deiliskipulag verslun og þjónustu athafna og iðnaðarsvæða, hér handan árinnar, norðan við á og fyrir utan á og alls konar. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða, þeir sem eru því samþykk sem að hér hefur verið að framan greint, vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að þriðja máli á dagskrá fundarins, Eyrarvegur 42-44, deiliskipulag verslunar og þjónustu auk íbúðabyggðar. Þessu máli var frestað á 43. fundi bæjarstjórnar að beiðni einhverja bæjarfulltrúa sem ég man nú ekki nákvæmlega núna hverju voru, en gott og vel, það var ákveðið að fara í aðeins að skoða þetta betur og þetta er sem sagt tillaga frá 33. fundi skipulagsnefndar frá 28. ágúst síðastliðinn liður 5, Eyrarvegur 42-44, deiliskipulag verslunar og þjónustu auk íbúðabyggðar. Lögð er fram að nýju eftir auglýsingatíma breytt deiliskipulagstillaga fyrir lóðirnar Eyrarvegur 42-44 á Selfossi. Tillagan hefur verið til meðferðar hjá sveitarfélaginu Árborg og var samþykkt til auglýsingar og fundi bæjarstjórnar 29. nóvember 2023. Tillagan var fyrst auglýst 20. desember það sama ár með athugasemdafresti til 31. janúar 2024. Engar athugasemdir bárust á þeim tíma. Umsagnir bárust frá Minjastofnun Íslands og Vegagerðinni. Vegagerðin gerði athugasemdir tillögun í umsögn Vegagerðina dagsett 9.1.23 þar sem ekki var fallist á nýja aðkomin á lóð 44 við Eyraveg. Í kjölfarið var breytt tillaga lögð fram sem gerir ráð fyrir að aðkoma að lóð 44 verði frá Fossvegi. Þá hafði uppstillingu byggingarklasa fyrir lóð 44 verið snúið við þannig að opið svæði innan lóða snúi nú að Eyravegi. Tillagan var í framhaldi auglýst á ný frá 19. júní 2024 til 31. júlí sama ár. Engar athugasemdir bárust, umsagnir bárust frá Minjastofnun Íslands og Vegagerðinni. Vegagerðin gerði athugasemdir tillögun með bréfi dagsettu 18. júlí 2024 sem bendir á fyrri umsögn Vegagerðarinnar frá 9.1.24 þar sem fjallað er aðkomur að Eyrabakkavegi og leggur Vegagerðin til að syðri aðkoma að Eyravegi 42 verði lögð af. Tillagan er lögð fyrir skipulagsnefnd að nýju þar sem villa var í bókun fundar skipulagsnefndar 14. ágúst 2024. Skipulagsnefnd hefur komið til móts við fyrri athugasemdir Vegagerðarinnar og fært aðkomu að Eyravegi 44 inn á Fossveg. Nefndin telur að athugasemdir í umsögn Vegagerðarinnar dagsett 18. júlí 2024 muni rýra verulega gæði lóðarinnar Eyraveg 42. Við lóðina hafa í gegnum tíðina verið 2 aðkomur og hafa þær þjónað vel tilgangi verslunar á lóðinni. Skipulagsnefnd telur að með því að hafa einungis út af akstur af syðri aðkomu muni það bæta umferðarflæði frá lóð og auka öryggi. Skipulagsnefnd samþykki fyrir sitt leyti auglýsta tillögu að deiliskipulagi og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna og feli í framhaldinu skipulagsfulltrúa að senda skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við 42. grein skipulagslaga og auglýsa niðurstöðu bæjarstjórnar Árborgar samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar sömu laga. Og hér eru umsagnir og deiliskipulagi í heild sinni í fylgiskjölum og við ætlum
ekki að fara frekar yfir það, heldur að opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista við beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúa Aris tilnefnendur. Heyrðu, já, við vorum með þetta mál til umfjöllunar á síðasta fundi og áttum mjög góðar umræður og bara held ég virkilega gott og enduðum á því að fresta málinu þannig að við getum farið aðeins betur yfir það bæði með fyrir skipulagsnefndina og vegagerðina og málið fór aftur á dagskrá skipulagsnefndar í millitíðinni til þess að hún færi bara í rauninni rétt að fara og fengi smá umræðu þar líka og í kjölfari erum við rauninni að leggja til rauninni uppfærðan uppdrátt þar sem rauninni búið að gera ráð fyrir því sem við vorum að tala fyrir síðast rauninni varðandi aðkomundar. Við teljum að það eigi að vera 2 aðkomur inn á lóðina í rauninni en önnur sem syðri verði bara fyrir útavakstur og svona út frá samtali við vegagerðina þá telja menn að það sé í rauninni bara mjög gott og svo eru í rauninni sem við tökum kannski seinni í umræðu í rauninni bara Eyravegurinn í heild sinni síðan sem mun spila svolítið stórt hlutverk til framtíðar eins og við erum að tala um íbúðabyggð og annað þarna á móti. En þið sjáu það inn í fundagáttinni af því að við þurfum í rauninni að gera náttúrulega bókun skipulagsnefndar að okkur að þið sjáu textan sem drög að bókunarnefndinni, það allir getið lesa hann, ég lesa hann nú upp en endilega skoðum hann og við fyrir það yfir ef einhver. En bæjarstjórn Árborgar þakkar ábendingu frá vegagerðinni. Komið var til móts við fyrri athugasemdir vegagerðarinnar og aðkoma að Eyravegi 44 færð inn á Fossveg. Í uppfærðum deiliskipulagsúttdrætti hefur verið tekið tillit til athugasemda vegagerðarinnar og sett inn að syðri aðkoma við Eyravegi 42 leyfi einungis útakstur. Bæjarstjórn Árborgar telur að með því sé komið til móts við athugasemdir í umsögn vegagerðarinnar dagsett 18.7.2024 enda hafi í gegnum tíðina verið 2 aðkomur og hafa þar þjónað vel tilgangi verslunar á lóðinni. Og svo svona hefðbundin niðurlag með það sem við samþykkjum að auglýsa. Þannig að deiliskipulagið samræmi við og félagsskipulagsstjóri senda skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu. Þannig að já, þetta bara, ég held að umræðan hafi skilað okkur bara góðri niðurstöðu að við erum með þá skýrar í rauninni uppdráttunum hvernig við viljum sjá þetta og höfum átt gott samtal bæðinan eða það var gott farið vel yfir til skipulagsnefnd og svo við vegagerðina. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, beðum orðið. Forseti, já, það eru þetta, þessar tillögur og afgreiðslu eru þetta í samræmi við það sem við ræddum síðast, að það væri, að því yrði breytt, að það yrði eingöngu útakstur á syðri stútnum við þetta húsnæði. En það aðeins þyrfti að laga þess orðalag. Það passar ekki alveg þegar það verið að tala í afgreiðslunni bæjarstjórn Árborgar með leyfi forseta telur að með því sé komið til móts við athugasemdir í umsögn vegagerðarinnar enda hafi gegnum tíðina verið 2 aðkomur. Það eru sannarlega ekki í dag, verða ekki 2 aðkomur ef við erum þannig að það þarf að já, tengingar væntanlega, já, takk. Já, takk fyrir þetta Arna, þetta réttmætt ábending. Það verður þá tengingar í staðinn fyrir aðkomur og já, eru fleiri sem vilja tjá sig? Við lítum svo á að með þessari áorðnu orðalagsbreytingu séu þetta lagt svoleiðis fram þannig að það kemur tengingar í staðinn fyrir aðkomur sem eru auðvitað rétt og þeir sem að samþykkja þessa tillögu með þessu breytta orðalagi vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 4. máli á þessum 44. fundi bæjarstjórnar Árborgar, kjörtímabili 2022 til 26 og það er bæjarráð 97. fundur haldinn 29. ágúst síðastliðinn. Sveinn Ægir Birgisson hefur beðið orðið og nokkrir fleiri
Já, forseti bæjarfulltrúar tilnefndur, ég kem þetta undir 7. lið, undirbúningur nýrri Ölfusárbrú. Þar skoraði bæjarráð á vegagerðum og verktakan sem var lægstbjóðandi í útboðinu að ljúka samningum og mig langar kannski að annarkvort að við tökum undir sem bæjarstjórn undir áskorun bæjarráðs eða gerum þessa áskorun á okkar, því við finnum alveg vel fyrir bara í okkar daglega lífi hvað skiptir miklu máli að þessi brú fara að koma og við vitum að framkvæmdatíminn á brúnni er hátt í 3 ár, að við getum rauninni ekki beðið mikið lengur að þessum samningum og líka að bara fá okkur svör frá vegagerðinni varðandi þessa framkvæmd. Það átti að hefjast núna í haust, við erum búin að samþykkja okkar hluta í þessu, við erum með tengingar þarna og líka lagnir og annað sem við erum að leggja undir brúna, búin að samþykkja þau tilboð að bara hvað sé að frétta mann út. Það skiptir okkur líka bara miklu máli að við fáum brúna varðandi stofnlagnir sem verða undir nýja Ölfusárbrú fyrir kalt vatn, fyrir heitt vatn til að koma þessu öllu í miðlun okkar til framtíðar og varðandi bara uppbygging veitna. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, beðið um orðið. Forseti bæjarfulltrúar og tilheyrendur, ég kem hérna undir lið 1 sem ég veist bara stórmerkilegt að sé ekki forsíðu frétt allra blaða, árslutauppgjör Árborgar, en það er það væntanlega ekki af því að þetta eru svo jákvæða tölur og svo góða niðurstöður að þannig er enginn að tala um það sem að gott er, en mér finnst þetta ekkert minna en kraftaverk, það er tölur sem við sjáum þarna, en þarna erum við að sjá að tekjur og fasteignaskattar, framlög jöfnunarsjóðs, aðra tekjur söluhagnaðar lands. Við erum þarna 2 milljörðum yfir í tekjum, rúmlega það. Og rekstrargjöldin okkar eru undir, þó að við séum að fá hækkun á lífeyrisskuldbindingum og þá erum við hér bara í rauninni ef við tökum það út fyrir sviga með lægri rekstrargjöld, sem ég finnst líka ekkert annað en kraftaverk á tímum eins og núna. Og rekstrarniðurstaða er því jákvæð 1.305 milljónir. Sem er ekkert annað en því næst sem kemur kraftaverk og þá segi ég líka aftur, ég skil ekki að þetta sé ekki forsögufrétt allra blaða. Svo langar mig líka að fara aðeins neðar í þessu uppgjöri og koma hér inn á það sem ég finnst líka algjörlega magnað og það er handbært fé, en handbært fé eru 2.057 milljónir sem er líka nánast engu líkar en kraftaverk, því að ég veit minna hér bæjarfulltrúa á það að í fyrra á svipuðum tíma þá voru iðulega svona 17-20 milljónir handbært fé til rekstrar mánaðamót, þannig að þetta er algjörlega magnað og ég skil ekki að sé ekki bara fyrsta frétt allstaðar. Sannarlega vantar okkur nýja brú og alls konar, en þetta er algjörlega magnað og þessu hefur við verið að halda á lofti, því þetta er það sem við erum búin að vinna síðustu 2 ár og skiptir rosalega miklu máli að við séum að tala um og hampa, því að þetta er það sem að starfsfólk sveitarfélagsins hefur unnið að hörðum höndum. Mér langar líka að koma inn á það að fjármagnsgjöld eru lægri heldur en að stendur í áætlun, sem er ekkert annað en kraftaverk líka, því að það segir okkur það, eða sýnir okkur að við höfum ekki verið að ganga á heimild í mjög langan tíma. Heimild er rándýrt fjármagn sem að við höfum þurft að nota sveitarfélagi síðustu ár, alltaf í nánast botn. Þannig að mér langar að koma hérna upp og óska okkur öllum til hamingju með þetta árslutauppgjör sem er að mínu viti ekkert annað en kraftaverk. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðið um orðið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, við erum hérna upp undir sama lið og þegar keilsugar undir orð Fjólu með ósköku til hamingju, því að þetta árslutauppgjör er virkilega jákvætt fyrir okkur og verður sannarlega vonandi forsíðufrétt þegar við erum búin að koma þessu út á síðunni okkur og það verður gert og er í vinnslu hjá innan sveitarfélagsins. En eins og við tókum fram og fórum yfir í bæjarráði, þá er virkilega jákvætt hvað við erum að fá bæði umfram í rauninni útsvars- og fasteignaskattstekjur, bara umfram daglegan í rauninni umfram rekstri, en einnig það sem kemur fram í liðnum tekjur er
hvað trú í rauninni fjárfesta á svæðinu er mikil þegar við vorum með að selja landið í upphaf ás. Þannig að það er stór hluti náttúrulega af því sem hefur snúið þessu fyrir okkur. Þetta er 1,2 milljarðar sem koma þetta inn í tekjur. Auðvitað er þetta einskiptis tekjur en það skipta okkur gríðarlega miklu máli og breyttu náttúrulega bara gjörbreyttu lausafjárstöðunni í okkur. Þannig að við höfum ekki þurft að ganga á heimildir og árið lítur mjög vel út hvað það varðar að við þurfum ekki að ganga á yfirdráttarheimild. Við eigum lausafé upp undir 2 milljarða með öllu til að mæta daglegum rekstur af þeim fjárfestingum sem við erum að fara í. Einnig að eins og kom fram í orði hjá okkur að það stendst væntanlega allar áætlanir að við þurfum ekki að taka nema 1,3 milljarða í lán sem er eingöngu fyrir afborgunum í gegnum lánasjóð sveitarfélaga og það er bara rosalega, það hreyfir nálina hjá okkur þegar við náum að taka því að árið á undan vorum við með yfir 3 milljarða. Þannig að það er ekki smá viðsnúningur þar. En það vekur okkur líka inn í þessu að rekstrakostnaðurinn er auðvitað aðeins yfir sem á að hluta til kannski eftir að jafna sig þegar líður á árið þegar við förum að þegar dreifing er rétt dreifing því að það hefur þurft að kaupa í rauninni bæði hluti til rekstrar og svo eigum við eftir að fá inn tekjur í rauninni sem færast á milli út af NPA-samningum sem kemur inn í velferðarmáli. Þannig að vonandi í lok árs er líka þessi daglegi reksturinn okkar, annar rekstur sem fellur bæði undir bara viðhald og greiðslu að hafa hinu þessu sem fellur til í daglegri rekstri að það verði líka undir áætlun. Það er náttúrulega verkefni sem við þurfum að vinna með áfram að það er aðhlutin okkar því að rekstrarniðurstaðan þar er jákvæð 600 milljónir sem við meðvikið en salan upp á 1,2 rauninni ef hún væri ekki til staðar sem eru auðvitað alls ekki í hendi og hún sýnir eins og ég sagði áðan hvað trúin er mikil á svæðinu að menn eru tilbúnir að fjárfesta til framtíðar að það væru við auðvitað í mínus 600 milljónir en samt yfir 100 milljónum yfir áætlun í rauninni ársins sem er mjög gott með 6 mánaða. Þannig að þeir bara undir, við fögnum þessu gríðarlega, verkefnið er á réttri leið hjá okkur sem við höfum komið að núna á undanförnum 2 árum en því er ekki lokið og við þurfum að halda áfram. En þetta er sannarlega hlutur sem við og ætlum að segja frá þannig að þetta vonandi verði forsíðufréttir því að þetta er jákvætt. Takk fyrir. Takk fyrir það, Bragi Bjarnason. Þá er Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi Álista beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kæru íbúar og aðrir þeir sem eru að fylgjast með fundunum. Það er nú að byrja það líka að óska forseta bæjarstjórnar til hamingju með daginn. En ég kem hérna undir liðnum bæjarráðsfundur og ég vildi taka undir í raun og veru bæði með Fjólu og Braga með að 6 mánaða uppgjörið kom mjög vel út. En ég vil líka benda á það að sala á landi eru einskiptistekjur og þær eru ekki í hendi og það er ekkert víst að við fáum tekjur af sölu á landi á næsta ári eða þar næsta eða neinu slíku. Þetta er ekki hægt að gera ráð fyrir í fjárhagsáætlunum til framtíðar. Þannig að eins og Bragi kom inn á að við erum aðalega að horfa á aðhlutan og koma honum í plús. Að ef að þessi sala hefði ekki farið fram þá hefði verið 600 í mínus og sem er samt betra heldur en í raun og veru áætlun gerir ráð fyrir en við erum samt enn í mínus þannig að verkefninu er ekki lokið og við erum bara sveitt við að reyna að koma aðhlutanum réttu megin við strikið fyrir íbúa og líka til þess að gera af því að ég held að vel rekið sveitarfélag þar sem aðhlutin er í plús, það er eftirsóknarvert sveitarfélag fyrir fyrirtæki til þess að koma og starfa. En ég ætlaði líka að taka undir með formanni bæjarráðs varðandi 7. lið fundargerðarinnar og það er varðandi áskorunar og að bæjarstjórn geri áskorun bæjarráðs að sinni og ég ætla að fá að lesa upp áskorunina með leyfi forseta. Áskorun til vegagerðarinnar vegna uppbyggingu nýrrar Ölfusárbrúar.
Bæjarráð Árborgar skorar á Vegagerðina og Þ.G. Verktaka EHF að klára samninga uppbyggingu nýrrar Ölfusárbrúar sem allra fyrst. Það er orðið mjög brýnt að uppbygging brúarinnar hefjist þar sem þjóðvegurinn gegnum Selfoss annar ekki núverandi umferð. Þetta sést nær daglega á löngum röðum sem liggja upp að hringtorgi við Biskupstungnabraut og meðfram Austurvegi þar sem umferð er á leið í vesturátt. Með nýju brúnni og bættu umferðarflæði í og við Selfoss ætti auk þess umferðaröryggi á þessum vegaköflum að verða enn betra. Gera má ráð fyrir að uppbygging nýrrar brúar taki það bil 3 ár og því er nauðsynlegt að verkefnið tefjist ekki lengur og hægt verði að hefja framkvæmdir strax í haust. Og ég legg til að við í bæjarstjórn gerum þessa áskorun á okkar. Takk. Takk fyrir þetta, Álfheiður Heimarsdóttir. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, beðið um orðið. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðra tilheyrendur. Já, ég vil nú taka undir að við þurfum endilega að gera þessi orð á okkar sem voru lesin hér að framan af Álfheiði, að skora á ríkið og Vegagerðina og verktakan að koma sér að verki og byrja að uppfylla það sem að löngu hefur verið ákveðið. Og jafnframt væri kannski umhugsunarvert að við sendum þetta á aðliggjandi sveitarfélög og þau takið þetta uppgjör sér ýmist í bæjarráði eða í bæjarstjórn eða sveitarstjórnum og gerir þessa ályktun að sinni. Og það væri kannski bara hlutverk bæjarstjóra að koma því áleiðis og hvetja til þess að samtakamáttur okkar verði sýnilegur hér á Suðurlandi og undir stjórn SAS jafnvel líka að við bara hreinlega tökum undir þetta og gerum þessi orð að okkar allra hér á Suðurlandi. Þetta snertir náttúrulega í rauninni fleiri heldur en Sunnlendinga. Þetta snertir náttúrulega stórum hluta líka þá sem búa í höfuðborginni og ég ætla nú að vona að þeir fá ekki nóg að því að búa þar en þau vonandi unna sínum hag vel og vilja þetta koma hérna á Suðurlandi til þess að njóta veðursældarinnar og hreina loftsins og svo framvegis. Þegar það kemur að uppgjörinu, ég vil líka ræða það eins, 6 mánaða uppgjör, þá er þetta í rauninni algjört fagnaðarefni að við skulum vera réttu megin við áætlanir og samtaka máttur starfsmanna undir handleiðslu fyrrverandi bæjarstjóra. Þetta er að raungerast hér í þessu uppgjöri og það er virkilega jákvætt að við skulum vera komin á þennan stað og við erum í rauninni í áætlanagerð haustsins komin með gott veganesti til þess að vinna með. Við vorum búin að setja okkur markmið það að við skildum taka til endurskoðunar það auka álag sem að bæjarbúar þurfa að bera og þeir þurfa að greiða sannanlega á næsta ári og það er verið að greiða þetta frá ríkinu núna en kemur til innheimt á næsta ári og það verður í rauninni svolítið erfitt að standa hér og vera ánægð með árangurinn en þetta kemur að sjálfsögðu bara úr vösum okkar allra. Þannig að það eru ekki bara sameiginlegir sjóðir, þetta eru bara einkasjóðir íbúanna sem að þurfa að reiða þennan viðsnúning fram og ég ætla að vona að við munum aldrei aftur láta frá okkur eignir og lönd og þar sem að í rauninni þeir sem uppskera eru þeir sem að byggja á kostnað sveitarfélagsins vegna þess að við í rauninni þurfum að rétta fram innviðina og erum farin að innheimta innviðagjaldið nú þegar. Ég er svolítið ósammála bæjarfulltrúa Álfheiði varðandi það að við getum ekki lagt áætlanir fram að selja frá okkur eignir eða koma landi í betri nýtingu og innheimta af því innviðagjald. Við getum það vel ef við viljum. Og við eigum talsvert byggingaland
bendi aftur á Neðanáströnd, þar er bara verulega mikið flæmi í eigu sveitarfélagsins og það er ekkert annað að gera en að einbeita sér að því. Vissulega þurfum við enn og aftur að koma að inn við uppbyggingu í veitunum til þess að geta staðið undir því, en við getum hins vegar alveg gert þau áform og lagt þau áform fram til að innheimta aukin gjöld ár frá ári og til þess að rétta af fjárhæðin hér. Og ef við erum að fara að byggja upp íbúafjöldan hérna á þessu svæði og gera þetta stórkostlega góðri rekstrarreiningu, að þá þurfum við að hafa okkur öll við og við þurfum að beita öllum, ekki brögðum kannski, en við þurfum að finna í rauninni alla tekjumöguleika sem að í boði eru. A-hlutin er vissulega ósjálfbær og það er miður. Við þurfum að svo sannarlega að einbeita okkur að því að koma A-hluta sveitarfélagsins í það að vera sjálfbær, svo að B-hlutin geti raunverulega staðið undir þeirri uppbyggingu sem við ætlum. Það má ekki vera að færa á milli fé frá B-hluta yfir í A-hluta og ganga út frá því að hér sé allt í lagi. Við þurfum að vissulega að auka tekjumöguleikana og það er vandséð hvar við getum haldið áfram að spara. Það er bara hreinlega vandséð. En það hefur verið til dæmis slegin af árshátíð starfsmanna sem að er miður og ég hefði nú kannski viljað umbuna okkar starfsmönnum með árshátíð og fá þau frekar í lið með okkur og sýna þeim þá, gefa þeim þá umbun sem að allir hafa tekið saman höndum að reyna að koma því til leiðar að það sé afgangur hér af rekstri. Þannig að það er kannski eitthvað sem að má endurskoða seinna en þetta er svona eitt af því að við getum komið hérna upp og hampað okkar starfsfólki, en við þurfum líka að fjárfesta í þeim og við þurfum að halda því á lofti að hér sé gaman að vinna og gott fyrir sveitarfélagið og þess vegna kannski byrja þetta upp hér. En við þurfum auðvitað að horfa til þess að skatttekjurnar aukast álögur á íbúa, það tekur enda. Og þá þarf A-sjóður að vera sjálfbær og þá þurfum við í rauninni að bregða svolítið hratt við til þess að koma því til leiðar og ég bara hvet okkur öll til þess að í vinnu haustsins að reyna að koma með tillögur til tekju auka, ekki bara horfa á sparnaði. En vissulega erum við komin af þeirri leið sem við vorum að við vorum undir smásjá innviðaráðuneytisins og þar sem að reksturinn var í rauninni klárlega ekki sjálfbær hvorki A né B. En tek heilshugar undir ábendingu bæjarfulltrúa Fjólu og sömuleiðis undir það að við hvetjum ríkið til þess að hefja uppbygginguna á nýrri bú. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr, þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég láðist á þann að taka undir með Sveini Ægir að ég er sannlega sammála því að gera þessu orð á okkar hér. Ég er svo sem ekki inn í bæjarráði, þannig að mér finnst það bara að fara vel á því. Varðandi lið 1, ég ætla að koma aðeins aftur upp undir honum af því að eftir þessar umræður að þá held ég að skipti bara rosalega miklu máli að við förum eftir aðgerðaráætluninni sem við lögðum upp með fyrir 2 árum og þar skipti tekjuhliðin náttúrulega gríðarlega miklu máli. Og við mögum ekki gleyma því að það er búið að setja hér á byggingarréttargjöld og þau hafa verið innheimt hér af einni heilli götu, Móstekk, þar sem við fengum 276 milljónir bara aukalega umfram það sem við höfum áður fengið af nokkru einustu lóð sem við höfum selt og það er það sem við erum að sækjast eftir. Og ég hvet hér bæjarstjórn, sitjandi bæjarstjórn, til að standa í lappirnar með það
að halda þessari gjaldtöku áfram og þá ber hæst að nefna það sem er að fara í gang eins og Eyrarveg 42-44, Austurveg 11 og fleiri byggingar sem eru annarkvort að fara af stað það bil eða hvernig svo sem það stendur. Ég hvet ykkur til að standa í lapparnir með það því þetta er það sem skiptir okkur máli, okkur íbúa, það er að þarna komi tekjur svo við getum staðið undir þeirri þjónustu sem við þurfum að veita. Og við söldum frá okkur land af því að það var lögð mikil áhersla á það að við tækjum jafn tillit til tekjuhliðarinnar sem gjaldahliðarinnar og þetta var það eina sem hægt var að selja sem var ekki búið að veðsetja því við veðsettum líka það litla sem hefði líka verið hægt að selja þannig að við mögum ekki gleyma því að við fengum ráðgjafa til þess við okkur, mjög færa ráðgjafa sem að verðmátu og það fór eins og það fór. Við mögum heldur ekki gleyma því að inn í þeim samning er möguleiki á miklu meiri tekjum ef að þeir aðilar sem þar keyptu hafa áhuga að gera ykkur breytingar á deiliskipulagi sem ég veit svo sem ekki hvort er í bígerð eða verður. En þá er það í textanum þar að við sækjum til sveitarfélagsins enn frekari byggingarréttargjöld af öllum þeim breytingum sem þar verða samþykktar ef til kemur. Þannig að þar er fullt af frekari tekjumöguleikum. Ég hvet ykkur til að halda áfram að einblína á tekjuhliðina eins og hefur komið hér fram því það skiptir máli að við séum að sinna því alveg eins og að skerða og draga, halda í okkur og halda niður í okkur andanum eins og við erum svolítið búin að vera að gera en höfum bara þurft að gera. Við erum auðvitað að innheimta 10% álag og það er sannarlega að skila sér strax til okkar og hefur auðvitað heilmikið að segja með það sem er að koma inn. Hér er mikil íbúa fjölgun þannig að útsvarið sem er að bætast í, menna við sjáum að það við erum komið vel yfir 12.000 og þannig að það skila sér auðvitað alltaf aðeins eftir á en við erum sannarlega að fá þessi 10% strax og eins og bæjarfulltrúi Arnar kom hér inn á og það verður þungt fyrir okkur í júní á næsta ári þegar við þurfum að fara að borga þetta íbúar og ég held til mér að við séum ekki alveg að gera okkur grein fyrir því öll að þetta kemur til greiðslu og við erum að borga þetta. Það hefði þetta verið frábært ef við hefðum verið að innheimta af öllum byggingaraðilum jafnt, öllum sem eru að fá lönd, stækkanir, viðbót á byggingamagni og þess áttar, ef við værum að innheimta af öllum jafnt, öllum aðilum sem er að framkvæma í sveitarfélaginu, þá værum við bara miklu betri málum og ég leyfi mig bara að halda því fram að við höfum mögulega getað tekið álagi af strax í haust. En við erum ekki að innheimta jafnt af öllum því miður, þannig að einskiptingssalan á landinu er að gera heilmikið fyrir okkur í þessu ársluta uppgjöri. Ég hef fulla trú á því að byggingarréttargjaldið, af því að það virðist vera samt þannig að aðilar hafa trú á okkur, ótrúlegt en satt, að þá held ég að við eigum bara vel inni þar í þessum stóru framkvæmdum sem að liggja fyrir og eru framundan. Það er auk þess líka Austurvegur, er ekki 4 fyrir aftan hjá Kjartani, minni mig, og það er fullt af fleiri framkvæmdum framundan, þar sem að við komum til með að fá 100 milljóna í byggingarréttargjöld. Þannig að ég er ósammála því að það sé ekki tekið möguleikar til staðar í sveitarfélaginu til að sækja fyrir okkur íbúa svo við getum tekið álagi af eins fljótt og örugglega og hægt er. Við langar að koma aftur inn á það að byggingarréttargjaldið, það fyrsta sem við innheimtum í lok árs 2023 og kom til greiðslu 29. desember, sannarlega gerði það verkum að við áttum fyrir launum áramótin og fórum í gegnum árið, loka mánuð ársins, þannig að við vorum ekki að taka lán heldur með okkar eigin fjármagn, fengum endurgreitt frá skattinum, ykkur 500 milljónir, þannig að þetta er búið að vera svona. Í dag erum við með 2 milljarða yfirdrættina lausa og allt aðra stöðu, þannig að ef við höldum rétt á spöðunum og höldum áfram að innheimta jafnt af öllum, erum við opið bókhald, sýnum þessi gjöld, þannig að við getum séð eins og hingað til hefur verið gert, hvað er boðið í hvað og hvað er af því eru byggingarréttargjöld sem eru þá viðbóta tekjur, að þá getum við bara verið dálítið bjartsýn. Ég leyfi mér að vera það. Takk. Takk fyrir þetta Fjóla Steindór og þá er Sigurjón Vídalín Guðmundsson bæjarfulltrúi S-lista beðið um orðið.
Herra Hósti, til hamingi með daginn, ágætu borgarfulltrúar, borgarbæjar, en við erum samt eiginlega borgarfulltrúar, árborgarfulltrúar og aðrir áhengur tilheyrendur. Ég kem alltaf bara að byrja eins og að flestir hérna undir lið 1, varðandi byggingarréttargjöld, tekjur, vissulega er árshlutauppgjörið lítið það bara mjög vel út og því ber að fagna sjálfsögðu. Og ég get alveg tekið undir það með Fjólu að það er kannski svolítið skrítið að skuli ekki vera að fjalla það neins staðar en það er kannski bara eðli fréttamennsku í dag að það er bara þetta neikvæða sem selur og eitt skiptir ekki máli. En mér langar líka aðeins að ræða byggingarréttargjöld og ég hef nú komið hérna upp áður og rætt þetta og Fjóla kom ágætlega inn á það áðan að við værum kannski í aðeins betri stöðu ef við værum allt kjörtímabilið búin að innheimta byggingarréttargjöld af öllum jafnt. Og það er ekkert leyndarmál og ég hef verið mjög gagnrýninn og ósáttur við það hvernig Sigtún Þróunarfélag fékk þarna fleiri þúsund fermetra af byggingarlandi fyrir ekki neitt og kom sínum skipulagi í gegn og sínum málum var hreint áður en að hér var samþykkt að taka upp byggingarréttargjöld. Þrátt fyrir að það er náttúrulega öllum það ljóst að það var stefna meirihlutans að taka upp byggingarréttargjöld alveg frá upphafi. Og mér finnst þetta bara ótækt og mér finnst þetta í besta falli já, mér finnst þetta áhugavert. En að sjálfsögðu að því sögðu þá tel ég að við getum ekki snúið af þessari braut innheimtu byggingarréttargjalda sérstaklega í ljósi þess að sveitarfélagið er eins og mikla vexti og það er ásókn hingað og eins og tekjustofnar sveitarfélagið eru settir upp þá munu þeir aldrei geta staðið undir þessari uppbyggingu eins og við höfum svo sem komist á raunum. Ég ætla líka að horfa til þess í haust þegar við förum í fjárhagsáætlunargerðina, já það er nú reyndar að koma í haust, að þessi góða útkoma núna að við getum á einhvern hátt nýtt hana til að koma til móts við íbúana með lækkun álagna vegna þess að það eru flestir, já ekki flestir, það eru allir að fara að fá 1. júní greiðsluseðil frá skattinum, einskiptisgreiðslu 1. júní upp á einhverja 100 áskalla eftir hvað það verður með í tekjur. Ég man ekki hvernig þetta var, hvort það var 12 milljónir í árstekjur og fjölskyldu væri eitthvað í kringum 400.000 í bakreikning. Kannski getið þið leiðréttið mig þá að ég er að fara með rangt mál. En þetta er bara fullt af peningum. Og ég er ansi hræddur það, allavega þeir íbúar sem ég hef rætt við og hafa komið máli við mig og fara að spyrja út í þetta, vita greinilega ekkert þetta eða skilja þetta ekki og það verða allir jafnhissa að þetta sé það sem sé að fara að gerast. Og það er okkar ábyrgð bæjarstjórnarinnar og starfsfólk bæjarins að koma þessum upplýsingum til skila þannig að fólk geti undirbúið sig, það geti þá hugsanlega að fara að leggja fyrir að gera einhverjar ráðstafanir. Því að ég held að það verði vont fyrir alla þá sem eru hér í bæjarstjórn og sérstaklega þá sem eru í meirihluta að átta sig á því að 1. júní þá er megnið af sveitarfélaginu á hliðinni vegna þess að það var að fá risastóra bakreikning sem það gerði ekki ráð fyrir. En ég hvet ykkur og okkur til þess að sjá til þess að þessar upplýsingar komist til skila. Og jafnframt að við einbeitum okkur að því að koma til móts við þennan bakreikning í fjárhagsáætlunargerðinni sem framundan er. Nú,
7. liður. Ég er algjörlega sammála því að við eigum að hvetja til þess að þessari framkvæmd, bygging nýrrar brúar yfir Ölfusá verði flýtt og samningar við verktaka verði kláraðir og get þess vegna tekið undir þessa bókun Bæjarrás. En ég velti fyrir mig hvort það ætti að bæta við hana að við skorum einnig á ríkisvaldi að sjá til þess að þessi samningar verði yfirleitt mögulegir vegna þess að Vegagerðin hefur enga peninga til að semja þessa byggingu á þessari brú, þessari framkvæmd. Það eru engu peningar í vegaáætlun eða samgönguáætlun, ekki 1 króna með gati. Þessi framkvæmd hefur aldrei verið fjármögnuð. Það átti að fjármagna hana með veggjöldum sem og verktakinn átti að lána, en reynslan af sambærilegu verkefni yfir Hornafjarðarfljót var sú að fjármagninu var tekin út vegna þess að ótrúlegt satt að þá treystir engin banki í útlöndum íslensku krónunni. Og það er eitt af skilyrðunum sem að ríkisvaldi hefur sett í þessum viðræðum, eða samningaviðræðum, þessu módeli sem það er setið upp, að þetta sé í íslenskum krónum sem er alltaf galið. Vinna á Hvalfjarðargöng voru byggð með þessum hætti, en það var gert vegna þess og hægt vegna þess að það var fjármagnað í Bandaríkjadollurum. Annars hefði Hvalfjarðargöng aldrei verið byggð á þann hátt sem þau voru gerð og fjármagnuð. Þannig að við auðvitað þurfum að beita þrýstingi ofar heldur en Vegagerðina og verktakann. Það er í raun og veru forsætis fjármála og innviðaráðuneytið sem að ráða þarna för. Þaðan koma peningarnir, þar eru ákvarðanir teknar. Þannig að ég velti fyrir mig hvort að við höfum jafnframt að skora á ríkisstjórn Íslands að sjá til þess að þessi framkvæmd verði fullfjármögnuð og komi til framkvæmda núna strax á mánuðum. Takk. Takk fyrir þetta, Sigrún Vídalín. Þá er Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista beðið um orðið. Já, forseti bæjarfulltrúi og aðrir tilnefnendur, bara góð umræða, bæði báða liðir. Ég ætla ekki svo sem bæta neitt við Ölfusárbrúna, en svona ætla bara að fylgja eftir því að ég held að allir séu sammála því að við viljum reyna að taka viðbótar álögur af eins fljótt og við mögulega getum, og það er eitt af því sem við þurfum að ræða í fjárhagsáætlun núna þegar við fáum allar tölur inn og sjáum hvernig við getum verið nunni, og tekjuhliðin er sannarlega eina því og veit ekki hvort ég miskildi aðeins en það stendur alltaf enga veginn til, og ég býst nú við að sé allir sammála því að það verður áfram rukka inn byggingarréttargjald í sveitarfélaginu. Það er enginn að tala um að taka það, en við viljum öll reyna að taka álagið af sem fyrst og fullt af mjög verðmætum og spennandi reitum og götum sem við getum komið út, bæði á Selfossi, Eyrarbakka og Stokkseyri, og svona bara rétt til þess að það sem er á plani. Nú erum við með nokkrar svo kallar þéttingarlóðir sem eru úti og það verður spennandi að sjá hvað kemur út af því þegar það opnar á föstudaginn. Síðan stendur til að koma út lóð á Stokkseyri og Eyrarbakka núna síðar í haust. Við fengum inn aftur Glaðimareitin okkar sem við viljum koma út aftur, en þar eru við líka með, eins og fram hefur komið, lán á bakvið. Þetta er veðsett í rauninni lóð sem við viljum þá geta greitt inn á líka, og það er bara gott. Það er gott að geta nýtt þessa peninga líka til að greiða inn á lán og koma þeim upp. Og svo liggur eina atvinnulóð fyrir bæjarráð í fyrramáli sem ég vona að verði samþykkt, sem er við Norðurhóla 5 á Selfossi. Þannig að það eru alveg nokkur mjög spennandi verkefni sem við getum komið út áfram, og eins og kom fram að í nýju landi sem við seldum er möguleiki á viðbótartekjum ef óskað verður eftir heimildum eins og var í útboðinu. Þannig að þetta getur, þegar allt er talið og ef við erum svona heppin með þau, eins og við höfum verið að fá kannski örlítil yfir, þá getum við verið að tala um 500 til 1000 milljónir sem er að koma inn þarna aukal, og það skiptir sannarlega máli áfram til þess að flýta fyrir bata ferli sveitarfélags og við getum tekið álögur af fyrr.
Þannig að bara svona til að upplýsa nála, það eru miklu möguleikar tekjulega og við held að við séum öll sammála um að nýta þá eins og við getum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Nú við erum að ræða hér 4. mál á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar nr. 44, bæjarstjórn Árborgar, og hér hafa fjölmargir kveðið sér hljóðs og næstu við beðum orðið Álfheiður Einarsdóttir bæjarfulltrúi Álista. Forseti, já, ég ætlaði bara að, ég held að minn ágæti kollegi bæjarfulltrúi Arnar Freyr hafi misskilið aðeins mitt mál áðan. Við getum alveg áætlað fram í tíman í sambandi við innviðu uppbyggingu og hvað við fáum inn í byggingarréttargjöld. Ég var að tala um sölu á landi. Hún er ekki í hendi og það er mjög erfitt að áætla fyrir sölu á landi og eignum. Hins vegar varðandi uppbyggingu og að útbúa ný svæði til uppbyggingar og áætla bæði gatnagerðargjöld, innviðagjöld, byggingarréttargjöld, hvað sem þið viljið kalla það. Ég held að það sé aðeins smá ruglingur á milli bæjarfulltrúa hvað eru innviðagjöld og hvað eru byggingarréttargjöld. Við erum í raun og veru ekki með innviðagjöld, heldur erum við með byggingarréttargjöld. Það er alveg hægt að áætla fyrir því. Ég var ekki að segja það. Það er alveg hægt að áætla fyrir því. En fyrir sölu á landi eða sölu á eignum sem eru innskiptistekjur, það er miklu erfiðar að áætla til það. Takk. Takk fyrir þetta, Álfheiður. Þá er Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista beðið orðið. Forseti, já, ég kem hérna upp til þess að ræða fyrsta í liðinni í fundargerð bæjarráðs, þar að segja 6 mánaða uppgjöri sem að margir hafa komið hér upp og rætt á undan mér. Það eru auðvitað sjálfsögðu fagnaðarefni að við erum að sjá jákvæðari niðurstöðu heldur en gert var ráð fyrir í áætlun, og þar eru auðvitað náttúrulega langstærsta breytan salan á landinu sem að þarna kemur inn. Það er að segja þessi 1,2 milljarða króna sala á landinu, eða sérst í Björgulandi. En það er, og við höfum auðvitað, það er auðvitað þessi viðsnúningur, ef við getum kallað svo, það eru auðvitað stærstu breyturnar, það er þessi sala, og síðan var náttúrulega þessi erfiði niðurskurður sem er búið að fara í, og þar sem að náttúrulega starfsfólk sveitafélagsins hefur unni hérna án þess að unna sig hvíldar við að velta við hverri krónu og leita allstaðar að þáttum í rekstrinum sem er hægt að gera betur. En síðan er náttúrulega þetta súrsæta í þessu, það er auka álagið útsvæð. Og það er auðvitað þyngra en tárum taki og það er ákaflega dapurlegt að það sé staðan. Og eins og bæjarfulltrúar hafa komið hér inn á áður að ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir þessu, og ég hrædd að það verði fleiri en 200 kattaathugasemdir á íbúðasíðum Selfoss eða sérst á íbúðasíðunum hér í sveitafélaginu þegar það kemur að þessu. Það held ég að verði þungt í skauti. En okkar skylda er auðvitað alla daga, við sem bæjarfulltrúar hér í þessu sveitafélagi, það er að halda áfram að velta við hverjum steini og snúa öllu og spyrja okkur spurninga út í reksturinn og svo auðvitað að skoða allar leiðir til þess að auka tekjurnar, eins og var talað í áætluninni, eins og bæjarfulltrúi Fjóla kom inn á hérna áðan. Og mér hefur ég hef orðið fyrir svolítið vonbrigðum þar sem að af þessu ári, mér hefur fundist orðið stöðnun í þessari vinnu. Mér hefur alls ekki fundist vera nóg að gerast.
og við verðum að slá í klárin. Af því þetta auka álag útsvar, við getum ekki haldið áfram með þetta. Og núna, ef það einhvern tímann búið að vera þungt hjá heimilum landsins, þá það enn þyngra núna. Og ástandið víða varðandi í þessu vaxta okri sem við búum við á heimilum hérna í okkar sveitafélagi, búandi við þetta auka útsvar. Þetta náttúrulega bara graf alvarlegt. Og það bara algjörlega nauðsynlegt að við sláum í klárin. Það ekki búið að fara í allt. Við verðum að fara að taka óvinsælar ákvarðanir þegar að kemur að því að selja eignir, þó að það sé einskiptis aðgerðir, þá þær þó til þess að hjálpa til. Við sjáum það hvernig hvernig þessi sala kemur inn í reikningana hjá okkur. En við verðum að slá í klárin. Það verður að gerast meira heldur en hefur verið að gerast þessum aðra ári. Í þessu að skoða allt sem hægt að koma í lóg. Það bara þannig. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Það var búið að óska hér eftir afstuttu fundarhléi meðal annars vegna þeirrar ályktunar sem að bæjarfulltrúar hafa hér rætt úr ræðustóli að skora á vegagerð og annað slíkt. Ég ætla að verða við því eftir augnablik. Það einn bæjarfulltrúi í viðbót á mælendaskrá og ég ætla nú samt að segja og fara hér örlítið út fyrir efni, þá held ég að þetta sé afskaplega góð hugmynd hjá Sigurjóni Vídalín bæjarfulltrúa að bæjarstjórn beiti sér fyrir einhvers konar tegund af kynningu til að upplýsa íbúa varðandi þetta álag. Ég alveg sammála því að þetta svona ákveðnar, það hætta á því að margir sé ekki vel upplýstir þetta mál, þannig það held ég jákvætt gera. En Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi Délistað, beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur, já, bara örstutt til viðbótar við þessa velskemmtilegu umræðu tekjuöflun og land sé sannarlega einskiptis aðgerð. Þá langar mér að ítreka það aftur að það ástæða fyrir að við fórum í það að selja þetta land en ekki eitthvað annað. Það var vegna þess að Glaðheimar, Sandvíkursetur og land í Björkustykki sem nú þegar deiluskipulagt var veðsett. Það sannarlega átt að selja það og það skilmálar því láni að hver einasta upphæð sem kemur inn fyrir sölu á þessum þremur atriðum, eða þessum þremur eignum, koma til þess að fara beint í að greiða niður lánið. Það ekkert eitthvað optional. Þetta bara eitthvað sem þarf að fara beint. Þetta kallast svona gamaldags kúlulán og var í rauninni, þessar eignir voru veðsettar þar sem þær þjóna ekki lögbundinni þjónustu hjá sveitafélaginu. Ástæðan fyrir að þetta land var selt var vegna þess að það var að fá tekjurnar strax í kassan. Við vorum akkurat til að minna bæjarfulltrúa á það, þarna vorum við að byggja stekkjaskóla, bara annar áfangi áætlaður var áætlað 2,2 milljarðar, bara annar áfangi og það var ekki fyrir sig hvernig við ætlum að greiða það. Þannig að veðseta Glaðheimar, Sandvíkursetur og land í Björkustykki var bara til þess að bjarga okkur og koma okkur út úr þeim lausafjárvanda fyrir krísu sem við stóðum frammi fyrir síðasta vor. Þegar í rauninni allt var komið á fullt og það var verið að fara að steypa og þetta í rauninni að mínu viti var bara það eina sem við gátum gert. Við leituðum allra leiða. Það sannarlega áætla einhverju sölu og tekjuöflun, það bara ekkert í hendi. Það nauðsynlegt að áætla. Við áætluðum 800 milljónir fyrsta árið. Voru þær í hendi? Nei, ekkert af því var í hendi. Það þurfti að vinna þessi mál. Þetta eru eignir, að minnsta kosti ein sem í rekstri, leigu og viðkvæm starfsemi og starfsemi sem við viljum halda vel utanum og viljum hafa í okkar verðandi árborg vegna þess að engin borg getur verið án háskólasamfélags og fræðsluseturs og því sem þar Þannig ég bara ítreka það, en núna, 2 árum seinna, þá myndi ég halda að það væri auðsótt mál að setja Glaðheimann aftur út og vinna það betur heldur en síðast, gera kröfu á greiðslu, hærri greiðslu í upphafi, þannig að það sé meira skuldbindandi það sem menn eru að setja fram, eins og við fórum svo að gera þegar framliðu stundir. Þetta fyrsta útboði sem var sett út og það var vonbrigði fyrir mína parta
hvað var lítil staðgreiðsla hjá viðkomandi verktaka sem bauð hæðst og þar lendi bara loft í mínum huga. Menn verða þetta láta knéfylgja kviði og þurfa að borga háar upphæðir þannig að þeir séu að skuldbinda sig raunverulega. Það er það sem við höfum gerðum eftir þetta og auðvitað erum við að læra en það er að mínu viti ekkert því til fyrirstöðu að fara af stað og setja þessar eignir eins og land í Björgvin sem er nú þegar deiliskipulagt. Þarna er fullt af peningum, fjármagni sem hægt er að sækja svo að megi fara að lækka álögur á íbúa sveitarfélagsins. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Hér eru búnar 14 ræður þessa fundargerð bæjarráðs 97. fundar frá 29. ágúst síðastliðinn. En þá ætla forseti að gera örstutt fundarhlé og við komum inn eftir augnablik aftur. Þá er fundi framhaldið á 44. fundi bæjarstjórnar Árborgar eftir örstutt fundarhlé. Hér voru bæjarfulltrúar að bera aðeins saman bækur sínar vegna ályktunar sem að bæjarstjórn ætlar að gera hér. Fyrst vil ég ganga úr skuggum, það eru einhverju fleiri sem vilja tjá sig undir þessum 4. lið á fundinum.
Ef svo er ekki þá ætla ég að lesa upp hér ályktunina eins og hún hljóðar eftir samráð bæjarfulltrúa orðalag og annað slíkt. Bæjarstjórn tekur undir áskorun bæjarráðs Árborgar og skorar á Vegagerðina og ríkisstjórn Íslands að ljúka samningum nýja Ölfusárbrú og tryggja fjármögnun án tafar. Brýnt að uppbygging brúarinnar hefjist því þjóðvegurinn gegnum Selfoss annar ekki núverandi umferð. Langar aðeins liggja daglega upp að Hringtorgi við Biskupstúnabraut og meðfram Austurvegi þar sem umferð á leið í vesturátt. Ný Ölfusárbrú bætir umferðarflæði og umferðaröryggi í og við Selfoss. Gera má ráð fyrir að uppbygging nýrra brúa taki 3 ár og því nauðsynlegt að framkvæmdir hefjist í haust. Einhverjum vilja tjá sig frekar þessa ályktun, menn sammála hana. Enginn sem ætlar að tjá sig, þá ber ég hana upp til atkvæða fyrst, þessa ályktun, þeir sem henni samþykkt vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Nú, 4. liðurinn á dagskrá fundarins var einungis ekki afgreiðslumál heldur umræðumál, fundargerð, tilkynningar og umræðu. Þannig að við höfum þá lokið dagskrá þessa 44. fundar og við hittumst næst að 2 vikum liðnum, það er að segja 18. miðvikudaginn 18. september hér í bæjarstjórn Árborgar og ég segi því fundi bæjarstjórnar slitið.